Liður 12. Erlent samstarf á vegum Akureyrarbæjar. Með málið fer Thelma Ósk Þórhallsdóttir, fulltrúi ungmennaráðs. Já, fulltrúar ungmennaráðs, ágætt bæjarfulltrúar, forseti og aðrir gestir. Akureyrarbær hefur átt í mörg ár átt í mjög sterkum vinabæjarsamstarfi við hin ýmsu sveitarfélög út í heimi og með góðum árangri. Oft leggja þess á verkefni áherslu á menntun, menningu og íþróttamál. Allt þetta er nátengt börnum og ungmennum, en þó hefur ungmennaráð aldrei verið haft með í spilinum þegar kemur að stofnun eða útfærslu vinabæjarverkefna bæjarins. Við teljum að hér sé rúm fyrir bætingu, ekki aðeins á aukinni þátttöku barna og ungmenna í vinabæjarverkefnum, heldur einnig á stofnun nýrra vinabæjarverkefna við önnur barnvæn sveitafélög sem fókusa á málefni barna og ungmenna. Akureyrarbær sem barnvænt sveitafélag er í gríðarlega miklu sóknarfæri á að auka möguleika barna og ungmenna til að breikka sjóndeildarhringinn, draga úr fordómum, auka þekkingu og gera þeim kleift að kynnast nýjum menningarheimum ásamt því að kynnast nýjum hugmyndum og leiðum til að leysa vandamál í sínu eigin samfélagi. Fyrrum erlend samstarfsverkefni sem akureyrísk ungmenni hafa komið að hafa gengið með prýði og hafa allir þátttakendur sagst hafa notið góðs af, lært eitthvað nýtt og kynnst nýju fólki ásamt því hafa gaman af. Af þeim verkefnum má til dæmis nefna norræna vinabæjarmótið Novu sem var haldið hérna á Akureyri síðasta sumar, ungmennaskiptaverkefni ungmennaráðs Jättebra og ungmenna- og umhverfisráðstefnan sem var einnig haldin hér á Akureyri árið 2019, Youth Eco Forum. Þar sem fyrir verkefni hafa sýnt fram á góðan árangur, viljum við í ungmennaráði að Akureyrarbær standi fyrir og hvetji til stofnunar og uppihalds erlendra samstarfsverkefna fyrir börn og ungmenni í sveitafélaginu og að gert verið ráð fyrir fjármagni í næstu fjárhagsáætlun í málaflokkinn. Takk fyrir mig. Já, þar hefur Thelma Ósk, fulltrúi ungmennaráðs, lokið máli sínu og upp í pontu stígur Sunna Hlín Jóhannesdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ungmennaráðsfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu Thelma og ég alls sammála því að svona verkefni gefa manni ótrúlega mikið. Ég sem kennari VFMA farið held í 6 ferðir, Norðplúsferðir með nemendur til Eystrasaltslandana og síðustu 15 árum og það sem að mér finnst þess að ferðir hafa skilið eftir er það sem er hvað mér finnst sérstaklega okkar börn bara hafa gott að því að sjá að við höfum það ekki öll jafn gott og við höfum það og mér finnst þetta ótrúlega þroskandi og þau hafa verið að fara til landa sem að þau eru kannski ekki komið jafn langt í mannréttindabaráttu eins og við og jafnréttismálum þannig að þetta er ótrúlega þroskandi ferðir og maður sé vinabönd verða til og en ég veit líka að rosalega vinna á bakvið svona ferðir og ég sjálf eitt ótrúlega mörgum sjálfboðalega stundum í þessa ferðir bara til að kynna minn skóla en það veist, þú talar auki fjármagn í þetta, ég held að við setjum 750.000 á ári í erlend verkefni en það þá held ég aðalega við Novu verkefni. Ég held að þetta sé einhver tímabundið verkefni sem þú varst að nefna sem félag er að með og kosta að einhverju leyti að verkefnum. En ég held að það sé líka bara gott fyrir ykkur að því að það er horft til okkar og við séum barnvænt sveitafélag og hvað erum að vinna frábært starf að þið geti líka horft og eftir alls konar verkefni til að sækja og taka þátt í. Það er bara spurning hver geti aðstoðað ykkur við það og það munar svo miklu að komast í verkefni sem að fylgi gott fjármagn með. Og við erum til dæmis búin að vera í Norðplús verkefni sem að er ekki mikið fjármagni en mun meira í Erasmus verkefnum. Þannig að eins og við höfum bara rætt áður að við þurfum að líka sýna aðhald og við þurfum að passa í hvað krónurnar okkar fara. Þannig að ég held að vera gott að við myndum sækja í verkefni sem að fylgi gott fjármagn. En þú ræddir líka Thelma að þið komið ekki að skipulagningu á verkefnunum. Ég skildi það þannig. Já, skipulagningu og stofnun. Já, og stofnun verkefnana. Já, ég verð viðurkenna, ég þekki þetta ekki nógu vel, þetta Novu verkefni er bara eitthvað verkefni sem er alltaf í gangi.
að ég skil. Þetta er svona almennt vinabæverkefni. Þessi seinasta stofnað við Marvin sem í Slóveníu stóð ekki. Það var ekki seinast 2003. Já. Ok. Einmitt. Ég átta mig ekki alveg á hvort að þér það meina við færum þá í fleiri verkefni eða hvort við myndum fara að ljúka þessu verkefni og velja eitthvað annað en klárlega eitthvað sem að mætti ræða og spurning líka hvar á þetta heima af því ég held að fjármagni sem hýst inn í bæjarráði undir atvinnu og menningamál en hvort að þessi umræðum þessi verkefni ætti frekar heima inn í fræðslu og frístundaráði og og ég ger ráð fyrir að allri umræðu veri vísað inn í viðeigandi ráð og spurning hver þessu erindi verði þá vísa en ég tek heilsögur undir að svona ofta fyrir út að borða eða gert eitthvað utan skipulaða dagskrá og þá erum við að útiloka ákveðin hóp frá þessum og að samanskapi gerir það kannski leiða til þess að þau eru ólíklegri til að sækja í þessu verkefni þau halda þessi einhver auka kostnað sem fylgi fyrir þau. Þannig að það sem ég við með þessi tryggt auka fjármagn aðalega upp á framboð og að þessi verkefni degi ekki út og einmitt það eins og nefnt, þá það óskandi að Akureyrarbær myndi allavega ákveður að halda áfram að stofna til nýtt vinabæverkefni, ég gerir mig grein fyrir að bara nýbúið að gera að þá verði næst haft það í huga að skoða annað barnaverndarsveitarfélag, annað barnaverndarsamfélag og ungmennirnar verði haft með í för hvort það ákveður að tala um barnaverndarsveitarfélag ekki og þá að málefni barna og ungmenna yrðu sett í þann áherslupakka sem er ákveðin við stofnun þess vinabæverkefni. Þannig að það sýnir að Akureyrarbær augljóslega en þó virt í þessum verkefnum þau náttúrulega lifa á deyja bara dálítið eftir tíðum eins og það vinabæverkefni sem stóð fyrir Youth Eco Forum það var leyst upp eftir innrás Rússlands inn í Úkraínu samt sem áður þetta líka það þegar við að Akureyrarbær gerir það fyrir fjármagni mér langar bara líka að treyka svo þið vitið ég tók þátt í Nóvu síðast ári og Gunnar var með það er að það verður tryggt að það verður ekki mismun á bæði skólum hlutverk bara í lífum það er ekki líka bara að tryggja fjármagn líka svona að hvetji til þess þetta var svo gaman bæði til stofnunar og hvatningar að það er ekki allir skólar sem er að sækja þessi verkefni það er kannski gera einmitt ráð fyrir ég er alveg sammála að það er að sækja í verkefni sem eru greita sem mestu eru til úr af því það líka á móti einhver tækifæri allra nemenda hins vegar er það þannig að það er ekki allir skólar að sækja í mér og þá eru þeir nemendur sem er ekki í ákveðnum grunnskólum eða framhaldsskólum þeir fá ekki tækifæri á að basic sjá heiminn og kynna sér þessa nýju menningarhópa þannig að mér finnst Akureyrarbær verða að beita sig fyrir því að kynna þessa möguleika fyrir skólana og líka þegar tryggt fjármagn að þessi möguleiki á vexti á verkefnum líkt og var gert með félag en að í þeim verkefnum verði tryggt að nemendum og börnum og ungmennum verði ekki mismunað á vegum fjármagns ég var núna bara fyrir nokkrum dögum í Frakklandi að ræða mál Evrópusambandsins sem nú kom tillögu fyrir Evrópusambandi og eitt af þeim áhyggjum var hvernig væri hægt að tryggja betur það að þá eru að tala um háskólanemar og bara nemar almennt sem væru sem getur farið í þessi verkefni sem til dæmis Erasmus og Nord Plus standa fyrir hvernig getur við tryggt að þeir sem komi af bakgrunn hafa minna bakland og hafa ekki þetta fjármagn sem oft fylgir þessum ferðum jafnvel út af ferðin sjálfs er greidd þá er auka kostnaði sem fylgir þessum ferðum það er ofta að fara út að borða eða gert eitthvað utan skipulaða dagskrá og þá erum við að útiloka ákveðin hóp frá þessum og að samanskapi gerir það kannski leiða til þess að þau eru ólíklegri til að sækja í þessu verkefni þau halda þessi einhver auka kostnað sem fylgi fyrir þau. Þannig að það sem ég við með þessi tryggt auka fjármagn aðalega upp á framboð og að þessi verkefni degi ekki út og einmitt það einmitt eins og nefnt þá er það óskandi að Akureyrarbær myndi allavega ákveður að halda áfram að stofna til nýtt vinabæverkefni, ég gerir mig grein fyrir að bara nýbúið að gera að þá verði næst haft það í huga að skoða annað barnvænt sveitarfélag, annað barnvænt samfélag og að ungmennirnar verði haft með í för hvort sem það er ákveðið að tala við barnvænt sveitarfélag ekki og þá að málefni barna og ungmenna yrðu sett með í þann áherslupakka sem er ákveðin við stofnun þessa vinabæverkefna. Takk fyrir mig. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs Thelma Ósk lokið máli sínu og orðið er opið.
París Anna, fulltrúi ungmennaráðs, stígur upp í pontu. Ágæti forseti, bæjarstjórn, bæði fulltrúar ungmennaráðs og aðrir fundir gestir. Mér langar bara líka að ítreka svo þið vitið að ég tók þátt í Novo síðast ári og Gunnar var með þess að líka. Og bara að þetta spilur svo mikil hlutverk bara í líf manns, eins og þú veist, Novo það skemmtilegast sem ég hef bara æði minni gert. Þetta var svo gaman og svo tökum við líka við hérna í ungmennaráðinu. Við fórum bara til Noregs daginn og taka þátt í Jættibræðverkefninu og það bara svo mikil tengsl sem eru til úr þessum ferðum og núna á ég bara við alla heimi. Þú veist, þetta er svo skemmtilegt og þetta er svo, þú veist, maður lærir svo mikið að þessu, að fá að sjá, þú veist, aðra menningar og hvernig, þú veist, aðra skólar eru, hvernig þau eru og svo getur við sagt hvernig við erum, skilur. Þetta er svo gaman og þetta er svo bara, ég bara ítreka, þetta er bara eitt af skemmtilegt hluti sem ég hef gert. Þannig mér líka bara svo að þið vitið að þetta er svo mikilvægt og bara þetta brennur á svo mörgum og líka bara, þú veist, eins og með svona verkefni að líka bara auglýsa þetta meira svo að allir geta fengið, ekki allir, en svona svo fólk sjá þetta og geti búið sér fram að taka þátt í þessu. Því þetta er ótrúlega skemmtilegt og svo lærdómsríkt og bara mjög gaman. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs París Anna lokið máli. Orðið opið. Þá skulum við færa ykkur í næsta lið.